Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í umhverfismál og kjaftæði meðal annars því að hingað til mín í gegnum fjarfundabúnað kominn Sindri Már Hannesson sem ásamt félögum sínum Skúla Braga og Elís Orra hefur staðið í stórræðu. Vertu velkominn til mín, Sindri. Já, kærlega fyrir. Við byrjum bara á umhverfismálinu, þessu merkilega framtaki því þetta ekki umhverfismál kannski svo flestir þekkja umhverfismál heldur. Hvað umhverfismálið? Umhverfismálið fjölnota kaffimál sem framleitt úr endurnýttum kaffikorg og bundið saman með niðurbrjótanlegum líffjölliðum. Já. Þannig já, það raunir kaffimál sem gert úr kaffi og okkur fannst skemmtileg tvíræðni í nafninu umhverfismálið. Það það, virkilega skemmtileg. Og þannig að þetta algjörlega umhverfisvænt. Þetta eiginlega bara svona, fyrir mér, þú veist, hvernig kom hugmyndin að þessu? Þetta svo ótrúlega magnað. Já, við erum þrír saman í þessu sem vildum fara í sjálfstæðan rekstur og við höfum það fyrirkomulag að við myndum hittast einu sinni í viku og hver eftir komið 3 hugmyndir og unnum hugmyndunni þannig í nokkra vikur. Svo kom einn með svona kaffimál á fund einmitt og þá hafði hann keypt þetta í Þýskalandi frá litlu nýsköpunarfyrirtæki og þannig kviknaði hugmyndin. Þannig að við höfum sambandið þau og vildum endilega fá að byrja með þetta á Íslandi. Þannig að við erum búin í samstarfi þau núna síðustu mánuði og erum bara mjög spenntir að geta boðið upp á þetta á landinu. Það augljóst að umhverfismál eru ofarlega á baugi þessa dagana. Já, og fólk drekkur mikið kaffi og þetta bara fer afskaplega vel saman, myndi ég segja. Já, ég haldi að kaffidrykkja hafi aukist ef eitthvað þess. Já, það tala nú ekki þegar fólk bara mikið heima og svona þú veist, maður verður að hafa eitthvað að gera, þannig að standa upp og fá sér kaffi og svona, það bara mjög rökrétt. En hafið ekki fundið fyrir miklum áhuga? Jú, við bara ótrúlegt sagt og við fundið fyrir miklum áhuga. Umhverfismál uppselt. Við pöntum inn þess að við töldum að væri 6 mánaða pöntun núna í október sem seldist upp bara núna fyrir 3 dögum sem segir að ég þarf eitthvað að fara að læra betur í birgðastýringu. En það mikið fyrirtæki og stofnanir búin að hafa samband við okkur. Þannig að greinilegt að umhverfismál ofarlega á baugi hjá þeim og bara frábært að finna fyrir áhuga. Ég held líka sérstaklega núna í COVID að við fórum svolítið aftur í þessar einnota umbúðir og það. Þannig að fyrir viki held ég að fólk hafi svolítið vaknað til umhugsunar varðandi sína daglegu gjörðir í þá umhverfisins. Já, einmitt. Nei, það bara geggjað og uppselt þannig hvenær eigið þið von á að það komi næsta sending til landsins? Hún á að koma núna í byrjun desember, þannig að fólk á að geta tryggt sér mál fyrir jólin. Já, það verður kaffi jólin, það léttir. Kaffi jólin, engar áhyggjur, ekki kaffi. Já, geggjað. Og þeir sem hafa áhuga á að verða sér út umhverfismál, hvar gera þeir það? Við erum með vefsíðu, það umhverfismál.is, en svo erum við einnig konum með nokkur endursöluaðilar sem bara frábært að finna fyrir áhuga hjá öðrum aðilum og það meðal annars Geirabakari í Borgarnesi og Kaffibrugghús út á Granda fyrir sunnan og svo Víkurskálinn í Bolungarvík og svo erum við alltaf og finnum bara fyrir meira áhuga víðsvegar um landið, þannig að það bara frábært að geta boðið upp á þetta. Þetta eitthvað sem á erindi við í raun og veru alla. Alla sem drekka kaffi. Já, ég segi, helst að ég fæ frá svona fólki í kringum mig svona, hvað endist þetta svo lengi? Og þetta bara fjölnota kaffimál, þetta endast jafn lengi og hver önnur kaffimál. Ég ekki að selja kaffimál á 3500 sem brotnar eru 2 skipti. En fólk trúir því ekki, heldur á þessu, þetta eins og plast, en þetta ekki plast. Nei. Ótrúlega magnað og merkilegt framtak en þið sitjið samt ekkert auðum höndum því að ekki nóg með að þið setjið þetta á markað heldur voruð þið líka að setja á markað fjölskyldu og borðspil sem heitir kjaftæði. Þú verður eiginlega að segja mér aðeins frá því líka. Já, alveg sjálfsagt. Þetta eru bara 2 svona ástríðuverkefni sem kannski tengjast ekki mikið nema bara það er bara eitthvað sem við vildum vinna saman. Hugmyndin að kjaftæði kviknaði fyrir svona rúmu 1,5 ári síðan. Og búin að vera bara í vöruþróun síðan þá. Kannski eins og frá mínu sjónarhóli séð þá enginn í fjölskyldunni minni finnst gaman að spila og mér finnst mjög gaman að spila og það krefst svo mikið oft mismunandi hæfileika í mismunandi borðspilum en markmiðið kjaftæði var í raun það að allir geta spila. Þetta snýst einfaldlega með það að hafa gaman og við töldum að þetta sérstaklega erindi við fólk núna á þessum tímum því að ef einhver á skilið að hlæja og slaka þá myndi ég halda að veri þjóðin. Já, nei, sannarlega og leikurinn byggist á því það ekki, skiljið ekki rétt að það eru svona gómar
Svo er Jú, svo tangómar sem það að eru gómar. já, þegar þú setur upp í þig og þú ert að segja setningar, er það ekki? Já, ég get alveg tekið sýnikennslu svo sjá hvernig þetta lítur út, Já, sko. já, endilega. Með þetta upp í þér, sko. Ég er ekki hægt að næra rasa, sko. Já, þú ert Húmor í að þessu. segja setningar með svona góma upp í þér. Já, þú getur rétt ímyndað hvað það er kræfandi. Við með spilinu fylgja spilaborð og peð og stundaglas og þetta hefðbundna, en það eru 400 setningar sem við viljum meina séu sprengklægilegar, enda við í ferlinu gerðum við held ég 3000 setningar, þannig að það var smá ritskoðunarferli í gangi, en við völdum 400 og markmiðið er einfaldlega það að reyna að koma setningun út úr sér á gagnvart liðsfélaganum, láta hann gíska. Já, einmitt. Og sem þá bæði er náttúrulega óborgarlega fyndið og eflir kannski bara íslensku vitund og annað líka í leiðinni. Já, það var það sem við lögðum upp með, við allir miklu námsmenn í fyrri tíð, þannig að við vildum endilega varðveita íslenskuna, við svolítið lögðum áherslu á það og það er bara svona frábær fylgifisk þessa spils, en jú, það voru alveg þó nokkrir bolir sem fóru í þvott vegna slefbletta út af hlátri við gerð þessa spils, þannig að þetta held ég að vekja lukku, meðal annars við vorum með nokkra svona pröfuhópa áður en við settum þetta á markað og þar meðal annars dæmis ég tek alltaf ég var með 18 ára strák úr verslunarskólanum og 67 ára frænku mína sem þekktust ekki neitt. Þau voru grátandur hlátri að spila þetta saman. Á hugsaði þetta höfða til held ég sem flestra og í rauninni góða við þetta spil það fylgja þessu 8 gómar og þetta er gert fyrir 2 til 8, þannig að hver og einn er með sinn góm, það er enginn að fara að deila, þetta er mjög COVID-vænt, svo skal segja. Mikilvægt að það komi fram og það bara geggja fyrir alla að prófa að setja svona góm upp í sig, það hafa verið forréttindi þeirra sem hafa mist tennurnar fram að þessu, en það geta allir haft gaman að þessu. Já, þetta er falin ánægja hjá tannlæknum landsins hingað til. Já. Þið eru að koma þessu í svona almenna umferð. Ég er ánægður með það. Já, en þannig að, og spilið er komið í verslanir, eða hvað? Jú, þetta er komið í allar helstu verslanir. Meðan Hagkaup og Spilavinni og A4 og fleiri og væntanlegt á fleiri staði. Þannig að þetta mun fast á öllum helstu, held ég, bara útsölustöðum landsins fyrir jólið. Frábært. Ég er allavega, þetta hljómar ótrúlega, ég er mjög spenntur að prófa. Ég er kannski minna spenntur yfir slefblettunum, en það er alveg þess virði að maður hlær nógu mikið, sko. Þá er maður til í að fórna sér í það. Það er allir skilið að taka þátt í smá kjaftæði. Já, algjörlega. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessum frábæru verkefnum, bara til hamingju með þessa framtakssemi. Ég hlakka til að fylgjast með hvað þið baukið saman félagarnir á nýju ári. Já, takk hérlega fyrir að taka á móti mér. Takk.